Komið þá blessuð og sæl og velkomin til guðsþjónustu hér í Lindakirkju í kvöld. Og ég vil líka bjóða ykkur velkomin sem að fylgist með okkur í streyminu. En það alltaf fleiri og fleiri sem að fylgjast með í streyminu og maður svona hægt og rólega að átta sig á því. Ég var daginn á ráðstefnu sem var í Ástirnakirkju og þangað var maður að koma bænastund. Ég hafði ekki séð hann áður en hann horfði á mig eins og hann þekkti mig alveg rosalega vel og sagði, ég verð að fá að taka utan um þig. Ég sagði, já, ekkert mál. Og þá sagði hann, ég fylgist nefnilega alltaf með ykkur á streyminu. Ég bý hérna í Vogum á Vatnsleysuströnd og það svo gott að hafa þessa þjónustu. Og mér þótti mjög vænt þetta. Og bara takk fyrir að vera með í streyminu. En það þannig að í dag eru 16 ár síðan Óskar gaf út tónlistina sem þið voru svolítið margir sem mættu snemma í kvöld og þá voru svona ljúfir tónar. Það plötu sem Óskar gaf út sem heitir Hvíld og hann gaf hana út 16. október. Hvað segirðu? 7. október, ætlaði að segja 7. Síst mínu ammæli 16. Það það sem rugla mig. 7. október 2008 gaf hann út geisladiskinn Hvíld. Það gat ekki verið á sérstakari tíma vegna þess að það akkurat daginn sem að hrunið varð. Og þegar allt reiði skjálfi í þjóðfélaginu og Geir H. Haarde bað Guð að blessa Ísland, þá kom Óskar með Hvíld. Og kannski það svolítið tákrænt. Það það sem kirkjan hefur reynt að gera í 2000 ár, að fólk sem hefur komið saman, oft lífið snúið, allt leikur á reiði skjálfi eða við erum óttaslegin eitthvað, að þá vil kirkjan reyna að gefa friðinn sem Guð getur gefið. Og það ætlum við að reyna að upplifa hér í kvöld og erum komin til þess. Við skulum hefja þessa stund á því að signa okkur að segja í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Svo förum við með þessu upphafsbæn. Drottinn, ég komin í þitt heilaga hús til að lofa þig og ákalla og til að heyra hvað þú, Guð, Faðir, skapari minn, þú Drottinn, Jesús, frelsari minn, þú heilagi andi, huggari minn, vilt við mig tala í þínu orði. Drottinn, heyr þú lofgjörð mína og bæn og opna þú með þínum heilaga anda hjarta mitt fyrir sakir Jesú Krists að ég fyrir þitt orð iðrist synda minna, trúi á Jesú í lífi og dauða og taki framförum í kristilegu hugarfari og líferni. Bæn heyr það, ó Guð, fyrir Jesú Krist. Amen.
Drottinn, miskunna þú oss. Kristur, miskunna þú oss. Drottinn, miskunna þú oss. Dýrð sé Guði í upphæðum og við stöndum áfram sem eigum auðvelt með og syngjum saman dýrðarsönginn. Þá les ég fyrri ritningalesturinn en hann hljóðar svo. Sæl sú þjóð sem á Drottinn að Guði, þjóðin sem hann valdi sér til eignar. Drottinn lítur niður af himni, sér öll mannanna börn. Frá hásæti sínu virðir hann fyrir sér alla jarðar búa. Hann sem skapaði hjörtu þeirra allra og gefur gætur að öllum athöfnum þeirra. Eigi sigrar konungurinn fyrir gnótt herafla síns, eigi bjargast kappinn fyrir ofurafl sitt, svikull víghestur til sigurs, með ofurafli sínu bjargar hann ekki, en augu Drottins vaka yfir þeim óttast hann. Þeim vona á miskunn hans, hann frelsar þá frá dauða. Heldur lífinu í þeim í hungursneyð, vér vonum á Drottinn, hann hjálp vor og skjöldur. Yfir honum fagnar hjarta vort. Hans heilaga nafni treystum vér. Miskunn þín Drottinn sé yfir oss, því að við vonum á þig. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Og svo les ég á Nýja testamentinu. Nú ég glaður í þjáningum mínum ykkar vegna og uppfylli með þjáningum líkama míns það sem enn vantar á þjáninga Krists til heilla fyrir líkama hans, kirkjuna. Hennar þjónn ég orðin og ég hef það hlutverk að boða Guðs orð óskorað. Leyndardóminn sem hefur verið hulinn, frá upphafi tíða og kynslóða og hefur nú verið opinberaður Guðs heilugu. Guð vildi opinbera þeim hvílíkan dýrðarríkdóm heiðnar þjóðir eiga í þessum leyndardómi sem Kristur meðal ykkar, von dýrðarinnar. Hann boða ég áminni og fræði hvern mann með allri speki að ég megi leiða alla fram fullkomna í Kristi. Að þessu strita ég og stríði með þeim mætti sem Kristur lætur kröftulega verka í mér. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Hér eitt kórfélagi sem að syngja í sinni síðustu messu á 60-aldri. Næst þegar hann stendur hér á svið þá var hann konar 70-aldur. Þetta hljómar svolítið skrítið, en hann Árni hérna, hann fikk að velja næsta lag. Hann búinn að vinna hérna í þessu kóruna í 4 eða 5 ár, 6 ár. Hvað ertu búinn að vera lengi í kórnum, Árni? Nú. Og hann alltaf unnið verðlaunin fyrir bestu mætingu, hann mætir alltaf. Hann bara alveg ótrúlegur, hann og Sigrún konan hans. En hann fikk að velja næsta lag, þetta hans uppáhaldslag og á sjálfsögðu syngjum þetta líka með ykkur, en við erum að syngja þetta líka svolítið fyrir Árna og leyfa honum að syngja með okkur hérna. Syngjum saman, Fjöður á himni. Þetta úr bíómyndinni Forrest Gump.
þið vissu það ekki. Þetta svo fallegt lag sem kemur úr Forrest Gump myndinni og fjallar engil og að eiga góða nótt. Og áður en ég les Guðspjallið þá langar mig aðeins að segja það er svo fallegt sem fermingarbörnin segja oft að því að við lok voranar þegar við erum að fara að ferma þá er alltaf munnlegt próf og þá spyr maður hvort þau kunni faðirvorið og mörg og eiginlega öll kunna það. Sum hafa lært það áður og flest þeirra. Og þá spyr maður, já, ég heyri þú kannt þetta svolítið vel, af hverju kannt þetta svona vel? Var einhver sem sagði þér þetta þegar þú varst lítil eða kenndi þér þetta? Og þá kemur ótrúlega oft, já, amma mín kenndi mér þetta. Og svo spyr maður, af hverju var amma henni að kenna þér svona gömul orð? Þetta er mjög skrítið orðalag í þessu faðirvori, finnst þið það ekki? Jú. Og af hverju heldur hún hafa gert það? Ég held að segja að því að hún lærði þetta einhvern tímann eða að því að henni finnst eitthvað gott við að fara með þessa bæn. Og svo spyr maður alltaf, en þér, hvernig finnst þér þegar amma segir þessa bæn? Og þá koma svör sem alltaf eitthvað þessa leið, þá finn ég einhvern svona frið sem er svo gott eða ég fæ svona hlýju í hjartan. Og það er það sem að bænin getur gefið okkur, hlýju í hjartað. Og við eigum öll einhverju sem að hafa reynst okkur vel á vegi trúarinnar og voru kölluð til að fylgja Kristi. Margar ömmur og svo kannski áttu þær líka ömmur sem kendu þeim og koll af kolli. En nú bið ég ykkur sem er auðvelt með að rísa á sætum og heyra Guðspjallið sem er kölluna frásögn úr Jóhannesar Guðspjalli. En daginn eftir var Jóhannes þar aftur staddur og 2 lærisveinar hans. Hann sér Jesú á gangi og segir, sjá Guðs lamb. Lærisveinar hans 2 heyrðu orð hans og fóru á eftir Jesú. Jesú sneri sér við, sá þá koma á eftir sér og sagði við þá, hvers leitið þið? Þeir svara, Rabbi, hvar dvelst þú? En Rabbi þýðir meistari. Hann segir, komið og sjáið. Þeir komu og sáu
hvar hann dvaldist og voru hjá honum þann dag. Þetta var síðdegis. Annar þessara tveggja sem heyrðu orð Jóhannesar og fóru á eftir Jesú var Andrés, bróðir Símonar Péturs. Hann finnur fyrst bróður sinn, Símon, og segir við hann: við höfum fundið Messías, en Messías þýðir Kristur, hinn smurði. Hann fór með hann til Jesú. Jesú horfði á hann og sagði: þú ert Símon Jóhannesson, þú skalt heita Kefas. En Kefas, Pétur, þýðir klettur. Næsta dag hugðist Jesú fara til Galileu. Hann hitti þá Filippus og sagði við hann: fylg þú mér. Filippus var frá Betsaidu, sömu borg og Andrés og Pétur. Filippus fann Natanael og sagði við hann: við höfum fundið þann sem Móses skrifar í lögmálinu og einnig spámennirnir, Jesú frá Nasaret, son Jósef. Natanael sagði: getur nokkuð gott komið frá Nasaret? Filippus svaraði: kom þú og sjá. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall, og sæl erum við ef við heyrum Guðs orð og varðveitum það. Lof sé þér Kristur. Stöndum áfram og játum okkar heilugu trú. Ég trúi á Guð, föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans einkason, drottinn vorn, sem getinn af heilugum anda, fæddur af Maríu mey, píndur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur, dáinn og grafinn. Steig niður til heljar, reis á þriðja degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndanna, upprisum mannsins og eilíft líf. Amen. Jesus, sänd mig.
Í textanum sem ég las áðan, þá eru nokkur orð sem koma aftur og aftur fyrir. Það annars vegar setningin kom þú og sjá, eða komdu og sjáðu, segir svo á öðrum stað. Og svo orð Krists, það sem hann segir, fylg mér. Og við vorum að syngja þetta núna, Jesús, hér er ég, send mig. Og það er þessi hugsun sem svo mikilvæg í kristinni trú, að öll höfum við eitthvað hlutverk. Og sama hvar við erum í stödd í lífinu, þá erum við stödd á einhverju stöð eða stað þar sem við getum gert blessunarverk, getum látið eitthvað gott af okkur leiða með sérstökum hætti. Og ég veit ekki af hverju þú komst í kirkjuna í kvöld. Það er hér á annað 100 manns og hér eru líka á annað 100 ástæður fyrir því af hverju þú ákvaðst að koma í kirkjuna í kvöld. En líklegast hefur samt einhver tíman gefið þér jákvæða upplifun af trú. Leitt þér í sjónir að það sem að kirkjan hefur í 2000 ár sagt Jesú, að það skipti einhverju máli. Einhver sem að kannski áður nú fórst að sofa, rétt áður nú slökkti ljósin, kannski búin að lesa fyrir þig sögu, sagði þá, Kristur minn, ég kalla á þig, komdu að rúmi mínu. Gjörðu svo vel og geymdu mig, Guð, í faðmi þínum, eða vertu nú yfir og allt kring, sem er kannski líklara. Með eilífri blessun þinni sitji Guðs englar saman í hringsænginni yfir minni. Við eigum flest einhvers konar þakklæti stundir þar sem að við tengdumst á einhvern hátt, kannski var það bara örstutt við eitthvað stærra. Kannski er þetta líka eitthvað sem er bjargfast í trú okkar og við höfum lifað eftir, en það er samt ekki alltaf þannig eins og lífið sé alltaf bara bein lína eða dans á rósum. Því að stundum koma djúpir dalir, stundum fer allt á hlið eða á hvolf og þá er svo erfitt að trúa. Og ég var á námskeið daginn, þar sem maður sem hafði alist upp í Brasilíu, en kenni núna í góðum guðfræðiskóla í New York, og hann var að segja frá því hvað kirkjan breytti öllu, því hann ólst upp í svo mikla fátækt. Einu jólagjafirnar og eina sem hann fékk, það var sem að kirkjan var búin að safna saman og hann var sendur með því að mamman fékk það. Hann lærði bara að kirkjan er samfélag þar sem er gott að koma, þar sem að fólk hittist og það er eitthvað sem breytir lífinu. En svo fór hann í gegnum erfiðar, og þó hann trúði mjög á Jesú og var í kirkjurækjunum læs í Biblíunni, þá kom bara staður í hans lífi þar sem algjörlega allt fór á hvolf. Og þá sagði hann, þá fannst mér svo gott að koma í kirkju þegar ég trúði ekki, en hinir trúðu fyrir mig. Mér finnst bara gott að koma og hinir áttu þessa sterku von, ég sá hann ekki, en hinir báðu með mér. Og mér finnst það svo sterkt að ég gat alveg tengt við það. Og sumt af því sem við erum búin að ganga í gegnum núna, á síðustu mánuðum sem Íslendingar og búin að vera erfitt hér, ég tengdi við það. Það eru sumir búin að trúa jafnvel fyrir mig. Þó ég sé prestur, þá sumt sem ég hef ekki skilið og mun spurja Guð á efsta degi af hverju þurfti þetta að verða svona. En maður hefur samt séð alls konar ljósgeisla fara fram. Og þegar einhver kynnir manni fyrir trúnni og opnar, þá getur hann opnað eins og heim eða dyr að einhverju stærra og meira. Og eitt fallegasta ljóð íslenskrar tungu að mínum dómi er eftir Sigurð Nordal, sem var og fékk verðlaun fyrir þegar hann var 31 árs, þá var hann talinn bjartasta von Íslendinga í íslenskum fræðum og stundaði nám við Oxford og Englandi 1917, en hann lýsir því svo vel þegar hann varð eins og ástfanginn og viðkomandi ekki bara sýndi honum ást og umhyggju, eins og við eigum öll einhverja þannig í kringum okkur sem hafa sýnt okkur þannig ást og umhyggju, heldur miðlaði viðkomandi líka trú og stækkaði lífið. Og hann segir, sólin brennir nóttina og nóttin slökkvir dag, þú ert athvarf mitt fyrir og eftir sólarlag. Hugsaðu hvað er fallegt að segja þetta einhvern, þú ert athvarf mitt, þannig sem ég get komið átt algjört skjól. Þú ert yndi mitt áður og eftir að dagur rís, svölun í sumarsins eldi og sólbráð á vetrarins ís.
Sér hvað það falleg líking. Vetrarins ís þessi kaldi, þá ert þú eins og sólbráð. Svali á sumardögum og sólskinn vetranótt. Þögn í seiðandi solli og söngur ef allt hljótt. Svo vinnur hann með svona andstæður. Þú ert söngur í þöglum skógum og þögn í borgana dyn. Þegar maður kannski þarf á þögnina að halda. Svo kemur, þú gafst mér jörðina og grasið og Guð á himnum að vin. Og það tengi ég eftir því sem ég að segja, allar ömmurnar sem eru búin að kenna fermingarböndunum sínum bænirnar. Þú gafst mér skýin og fjöllin og Guð til að styrkja mig. Ég fann ei hvað lífið var fagurt fyrir en ég elskaði þig. Og svo þetta sem getur gerst í trúarlegum skilningi, ég fæddist til ljóssins og lífsins. Lærði ég að unna þér og ást mín fær ekki fölnað fyrir en með sjálfu mér. Svo kemur nefnilega, þetta allt eitthvað sem þið hafi oft heyrt sungið af Ragnheiði Gröndal og verður sungið af kórnum hérna á eftir, en það eitt erindi sem að rataði ekki inn í lagið hans Magnúsar Þórs, sem ég sérstaklega falleg. Ást mín fær aldrei fölnað, því eilíft líf mér hún gaf. Aldirnar hrynja sem öldur endalaust tímans haf. Það þetta þegar þú gefur einhverjum þennan trúar neista og jafnvel trúir fyrir hann þegar að viðkomandi getur það ekki sjálfur. Ást mín fær aldrei fölnað, því eilíft líf hún mér gaf. Aldirnar hrynja sem öldur endalaust tímans haf. Aldir og andartök hrynja með undursamlegum nið. Það ekkert í heiminum öllum nema eilífðin Guð og við. Guð kallar og segir komið og sjáið. Og stundum eru við kölluð til að opna augu einhverju eins og Sigurður Nordal lýsir svo fallega hérna. Hann eignaðist ást sem var ekki bara gagnvart einhverju mannesku sem sýndi honum þetta, heldur þetta eilífða gildi sem hann fekk í gegnum trúna. Og þar skalt þú hafa hugfast að þú þarft ekki að verða prestur eða þú þarft ekki að verða forstjóri eða komast eitthvað ákveðið hátt í einhverjum samfélagsstiga eða njóta ákveðna virðingar. Við erum öll á einhverjum stað, í einhverjum skilningi, þar sem við getum haft áhrif til blessunar. Og við erum líka, eins og Lúthers útskýrir þetta, þá erum við með margar stöður í hverjum sinni. Ég get til dæmis bæði verið pabbi og svo get ég verið foreldri í foreldrafélagi eða foreldri í bekkjaramæli. Ég get verið sonur, ég get verið vinur, ég get verið í fótbolta og með vinum og verið svo lélegasti. Ég get verið í alls konar aðstæðum, en sama hvar ég að reyna að hugsa, hvað get ég gert gott hér í dag? Hvar get ég orðið til blessunar? Guð hjálpaði mér að sjá það og veitti mér náð til þess að verða einhverjum til blessunar í dag. Og þá ætlum við að heyra fallegt lag sem að Gummi Kalli, sem að sóknarprestur hér en í fríi núna í námsleyfi á Ítalíu, hann gerði laglínuna, en Ísak Harðarson lýsir Guði svo fallega í þessu ljóði sem að kórinn syngur núna fyrir okkur.
og þá komið að bænastundinni og þá gefst okkur svona tækifæri á ákveðin hátt að uppfylla það sem að tala í Guðspjallinu, að koma og sjá og koma og fylgja, að því við eigum að kunngjöra Guði bænir okkar. Það sem við höfum áhyggjur af var hægt að sitja bara og lyfta því upp til Guðs í hljóðri bæn, það sem þið sitjið. Það má líka skrifa það niður og það trúfastu bænarhópur sem hittist hérna á 50 klukkan 9 og biður fyrir hvort sem það einhver sem þið hafið áhyggjur af eða einhver sem veikur eða hvað sem það má skrifa það niður, en það má líka vera þakkarefni. Og meðan að þetta gert þá syngur kórinn fyrir okkur og svo má líka, glemdi ég að segja, kveikja á bænakerti. Og eins alltaf hægt að senda bænarefni sem við byggjum fyrir á 50 með því að senda okkur á lindakirkja@lindakirkja.is. En við fáum 2 falleg lög á meðan að bænastundin fer fram. Það Drottinn gerðu hljótt í hjarta mínu sem laglína frá Jesus Christ Superstar og svo ljóðið sem ég las áðan, Ást. En við skulum umfram allt tengja okkur Guði og nýta bænastundina. Sendu mig að vinna verkið
Guð, takk fyrir að fáum að koma hér saman í húsi þínu og varpa áhyggjum okkar á þig. Á þessari stundu biðjum við fyrir öllum þeim sem syrgja og sakna. Við biðjum fyrir þeim sem að eru sjúk og glíma við erfið veikindi. Við viljum sérstaklega nefna þau bænarefni sem að hafa verið skrifuð niður og þau sem skrifuð voru niður hér í kvöld. Mér langar að fela þér sérstaklega þau sem eru að glíma við krabbamein og þau sem nýlega hafa verið greind með krabbamein. Þú þekkir áhyggjur fjölskyldunar og þeirra sem í kringum þau standa. Viltu vaka yfir læknunum og viltu gefa að það verði lækning og fylgdu aðstandendur og þau sem glíma við meinið, trú og von. Og Jesús, við biðjum líka fyrir unga fólkin okkar. Við biðjum fyrir öllum þeim sem glíma við kvíða og áhyggjur eða fíkn af hverju tagi sem er. Leystu þau úr klóm fíknarannar. Svo biðjum við líka fyrir stríðshrjáðri veröld. Við biðjum fyrir stríðsherrum sem að valda svo miklum hörmungum. Viltu veita þeim frið í hjarta og viltu gefa vopnahlé og frið í öllum þeim löndum sem nú glíma við ófrið. Allt sem á okkur hvílir felum við þér nú í hljóðri bæn. Svo segjum við saman: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Þá bið ég ykkur á nýjan leik sem er auðvelt með að rísa á sætum undir blessuninni. En Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið. Í Jesú nafni. Amen. Þetta var hinn drottinlega blessun og nú verður sungin írsk blessun sem að er þýdd svona: megi gæfan þig geyma. Getum tekið undir í því. Þá vil ég að lokum þakka ykkur fyrir að vera með okkur bæði í streyminu og svo þeir sem komu hér til kirkju í kvöld. Ég vil líka segja ykkur að það er alls konar starf í gangi í Lindakirkju alla virka daga og hægt að lesa það á lindakirkja.is. Og svo er líka gaman að segja frá því að við erum að
að reyna að safna fyrir lyftu hérna upp. Ef einhver hefur köllun til að styrkja það, þá eru svona QR-kóðar hérna frammi sem maður má skanna og það barst skemmtileg gjöf í vikunni og við erum sannfærðum hérna í sóknarnefndinni að það verði komin lyfta hérna innan árs. En það má styðja við það, en það er líka hægt að fá kaffi hérna frammi og spjalla, en við endum alltaf á þessum orðum áður en við fáum smá stuð. Förum í friði og þjónum drottni með gleði. Og mér langar áður að syngjum síðasta syrpuna sem að ætlum að flytja Andrewcrowds, eftir Andrewcrowds, þá vil ég hvetja ykkur að fara inn á heimasíðu Lindakirkju og Facebook og followa, íta follow, þannig að þið séu fylgjendur kirkjunar. Við erum að bæta í hópinn og endilega eru ekki nú þegar þar, þá endilega gerið það. Og næstu viku þá verður hérna fermingarbandamessa, þannig að mæti snemma ef þið viljið fá sæti, því að síðast þá var alveg tróðið, þannig að mæti snemma næstu viku. Hér kemur vinur minn Andrewcrowds. Fallið myndaðum, jæja. Nú verð ég fyrir að gráta bara, jæja. For
Ísblá